Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Hey man, who's that cat coming down the street? I don't know, but it sounds to me like that's... Já, sportþátturinn ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi klukkan orðin 5:11 og eins og ég sagði ykkur hlustundur áðan þá verði ég að sjálfsögðu fram yfir 11 því að það er komið að körfuboltanum og þessi körfubolt áhugamenn og fleiri þeir sofa væntanlega, einna minnst okkar Íslendinga myndi ég halda. Allan af þeir sem fylgjast líka með NBA en Jón Bjarni Ólafsson hjá Karfa.is eða Nonni Karfa er komin lína. Komdu blessa á sæll eða ekki? Heill og sæll gestur. Hvernig hefur það? Ljómandi gott af hverju. Bara komin í jólaskapið eða ekki? Jú, með tölutil börn á heimilinu það var ekki annað hægt sko. Þannig að jólastemningin er komin hérna til ykkar. Já, tilökunin gríðarleg. Já. Herðu, ég ætlaði hérna áður en ég fer í körfuboltaumræðuna þá ætlaði ég að spyrja þig hérna út í að því þú ert að vinna fyrir íþróttasamband fallara. Já. Og mér langaði að spyrja þig aðeins hérna út í svona hvað svona stærstu viðbrunum sem verður núna framundan hjá okkur. Herðu, núna klárum við brátt árið á því að útnefna íþróttamann og konu ásins en hérna þessa dagana þá eru allir svona að undirbúa sig fyrir þáttöku í vetrarólympíu móti fallara sem er í Sochi og það hefst þarna rúmri viku eftir að vetrarólympíuleikunum lýkur. Já. Ísland er með 2 þáttakendur þar og hérna það er skíðamaður og skíðakona það keppa bæði á svona mónoskíi kallað í skíðasliða. Já. Það er hérna Erna Friðriksdóttir og Jóhann Þór Hólmgrímsson. Erna er að fara sitt hérna annað vetrarólympíumót en Jóhann á sitt fyrsta. Þetta eru svona, ef ekki segja, þetta eru svona ekki hluti af reynslumestu íþróttamönnum svona okkar úr röðum fallara. En þau eru sannarlega að ryðja brautina og búið að vera ótrúlegt að fylgjast með svona framgangi þeirra í íþróttinni. Já. Segðu að þau leggja mikinn tíma í þetta? Já, og þau eru til dæmis nýfarin út núna og verða í hérna Vinterpark í Colorado, hérna í Denver. Í námunda við Denver sko eru á æfingum þar fram að brottför til Rússland sko sem verður þarna í marsbyrjun. Já, þannig að það er nóg að snúast. Það er nóg að snúast og hérna og gaman að segja frá þetta samstarf okkar við Bandaríkjamenn í Denver hefur verið líginni líkast því að þarna eru okkar fólk í raun og veru í höndunum á svona einhverjum af svona mestu fagaðalunum sem hægt er að komast svona í tæri við og hérna þau njóta sannlega góðs af því. Því miður hefur ekki náttúrulega hvað ég segja, verið neitt svona almennilegt skíðafæri á Íslandi hins seinni ár en okkar fólk er að sækja svona sínar æfingar eins og margt annað ófalla skíðafólk náttúrulega út fyrir landsteinuna. Já, og svo er náttúrulega halda þeir úti að við séum alltaf með snjó. Já. Það hérna kemur ofta óvart þegar maður er að greina frá því að það er ekki auðsótt að vera skíðamaður á Íslandi. Nei. En hérna aðeins að körfuboltanum, hvernig hérna hefur þið fundið svona Dóminósdeild karla ef við byrjum á henni fara að stað? Ég ætli að sé ekki bara svona sem svona er efst á baugi náttúrulega úrslit kvöldsins, hvernig KR-ingar svona læsa þessar leiki seinni hálfleik á móti Keflavík og þar áður höfðu náttúrulega sko kjöldreiði Njarðvíkinga. Þannig að þeir virðast vera að slíta sig frá í þessu ósigraðir, þannig að sko í augnablikinu þá ætlar þessi spá fyrir tímabili sem sett á fram að KR er Íslandsmeistari, hún er þá bara á góðri leið sko. Já, og búin að spila svona mestmegnis upp á síkasti hálf kannalausir. Já, og fengu svo fyrir Njarðvíkurleikinn þá fengu þeir IR-kannan því að IR-ingar gátu ekki nýtt sér Terri, hann var svona kannski ekki svo stærða leikmanni sem IR var að leita eftir enda þeir komni með svona hávaxnari leikmann sem er svona meiri miðherji sko á meðan hérna KR-ingar eru til dæmis með Jón Orra og Ingvald Magna sem geta leyst þær stöður. Þannig að KR-ingar eru til alls líklega. Það voru forvitnilegt að sjá hvað þeir gera sko, þeir gerðu svona 2 vikna reynslu samning við Terri og svo sjáum við bara hvort að þeir haldi honum eða fá sér nýjan leikmann í glugganum en ef það er ekki bilað til hvers að laga það sko. Það geti ekki kvart eftir 7-0 byrjun á mótinu. Aldeilis athyglisvert
athyglisverð byrjun hjá Finni sem svona í fyrsta skipti að stýra liði einn í úrvalsdeild. Hann hefur vissulega verið aðstoðarþjálfari í deildinni áður en þetta svona í fyrsta skipti sem ábyrgðin sett upp í hendurnar á honum og hann heldur betur að standa sig í stykkinu. Gaman líka að segja frá því gestur að ég var nú bara að taka hatt minn ofan fyrir Darra Hilmarssyni því að það eru margir sem eru búin að skila flottum tölum í deildinni en hann ódrepandi á báðum endum vallanis og fyrir mér besti maður mótsins til þessa. Og þetta, hann nokkuð etnilegur lengur? Er þetta ekki bara góður leikmaður eins og Finnur kom inn á daginn? Darri bara skruggur leikmaður og þetta náttúrulega örugglega draumar leikmaður hvers einasta þjálfa að hafa í liðin vitandi að hann alltaf í fullri vinnslu allan tíman. Það svo mikið í þessum tölfræðiblöðum sem kemur ekki fram sem Darri að gera og þannig að KR náttúrulega njóta góðs af því en eins og ég segja, fullt af öðrum leikmönnum að skila frábærum tölum, það vantar ekki. Við sjáum Darra ekkert mikið bregða fyrir einhverjum tvennu og þrennu fjöllunum og svona og ég veit ekki hvað og hvað en hann línið í þessum KR-pakka. En svo að Íslandsmeistarnir, þeir eru í 3. sæti, búin að vinna 4 leiki og tapa 2. Já, þeir eru búin að náttúrulega eftir að þessi reglubreiting var að aðeins heimilt að vera með einn erlenda leikmann á vellinum í einu. Það verður náttúrulega ákveðin eðlisbreyting því að síðustu 2 tímabil þegar Grindvíkingar hafa orðið meistara þá hafa þeir verið með erlenda leikmenn í stöðu leikstjórnanda og svo með svona krafthúsakappa sem leysir stöður 4 og 5, Bullock og Broussard síðustu 2 tímabil og Seglinski og Watson í leikstjórnandastöðunum. En nú þeir alfarið að sjá sjálfur að koma upp með boltan og það hefur verið svona ábyrgð Þorleifs, Jóns Axels og Daniels Guðmundssonar þannig að menn eru bara að koma sér fyrir en þarna valinn maður í hverju rúmi og maður gerir ráð fyrir að þeir nú bara eftir að vaksa með hverju leiknu þeirra eru búin að lenda sínum svona málum með erlenda leikmann. Maður náttúrulega vona þess að deildin geti verið á svipuðu rekju í fyrra þegar maður nálgaðist leik skilur á milli liðs í toppsætunum og svo bottsætunum og þá þorði maður varla spá fyrir úrslit sko. Nei. En í dag eru línuna kannski aðeins skýrari, maður sér svo sem að til dæmis 4 næstu lið deildarinnar eiga kannski aðeins minna erindi í 4 efstu liðin heldur en í fyrra sko. Já, 4 neðstu, ég skallagur með KFÍ og Valur þá. Já, sem dæmi sko. En það munar ekki miklu að stjarna sér þarna í þessum hóp, núna? Nei, og þeir eru kannski komni með erlenda leikmann sem svona þekkt stærð og búin að skila flottum tölum í deildinni áður. Þannig að menn eru, það þarf virkilega að vanda valið með erlenda leikmann núna því að kröfurnar eru orðnar eins og hér í eina tíð að menn sætta sig ekkert við einhverja miðlungstölur frá þessu leikmannum núna. Já. En svo eru, kannski liðið sem búið, 2 lið þarna, Njarðvík og Haukar, eru þeir ekki búin að koma fólki svolítið óvart? Ég held að Njarðvíkingar hafa kannski komið fólki minna á óvart. Ég held að þeir hafa reynilega komið fólki á óvart eftir að hafa verið slátrað þarna í DHL-höllinni. Já. Við talum að þeir hafi verið einhverjum 40 stigum eftir 30 mínútna leik sko. KR-ingar voru bara, þeir voru með þá í vasunum. En Haukar aftur á móti eru að koma rosalega sterkir inn sem nýðilegar og maður vissi svo sem að það byggi hellingur í þessum hóp og maður oft talað að stráka þessu Haukur Óskarsson og Emil Barja þurfi ekki verið svo vel að stíga upp og leiða Hafnfirðinga áfram og þeim er að takast það núna. En það líka hjálpar þeim að svona stráka eins og Davíð Páll og Helgi náttúrulega með hverju tímabilinu verða 1 ár eldri. Það eru 2 mjög sterkir strákar og útlendingur af Watson. Hann einn af svona 2 kongum deildarinnar. Það er gaman að sjá bara líka hvað Ívar hefur náð út úr þeim. En hefurðu náð að fylgjast eitthvað með Þór Þórlarsson og Snæfell?
Já, ég sá hérna Þór Njarðvík daginn og IR Snæfell og hérna, sko, þessi lið eru, ég var að segja, ég myndi ekki í augnablikinu vera að veðja á það á lengjunni. Nei. Veist maður ekki alveg vita hvað maður hefur og Snæfell, náttúrulega, þeir klárlega ollu vonbrigðum framan að tímabilinu. Það var bara deyfði við þeim og einhver meiðsli en þessi hópur er allt og reyndur til þess að vera að láta grípa hanga sig á því að vera ekki að spila á fullu gasi, sko. Nei. Það bara, og svo loksins kom það í IR-leiknum. IR-ingarnir eru búin að vera basslagið að finna taktin í vörninni og Snæfell náttúrulega svona eins og hákallinn fundu þá blóðdrópa sko í margra mílna fjallræði og letu bara regna þarna í hellinum sko. Já. Settu 65 stig á það í fyrri hálfleik. Þannig að það kannski er einhver svona ljóstýra að glæðast þarna. Þór Þorláksson svona átti, já þann vafasama heiður að færa Valsmönnum sem fyrsta sigur í úrvalsdeildinni í 10 ár, en gaman að segja frá því að svona færðust auknar tökkur í valsliði þegar Gunnlaugur Hafsteinn Elsusson mætti tilbaka á körfuboltavöllinn sem hefur svona meira verið að brasa við ólympíska lyftingar undanfarin ár. Þannig að hann veigraði ekki fyrir sér að hvað segir maður að svona hnoðast í mönnum og rífa það áfram, en það er hann frægur fyrir gott og mikið skap og ég efa það ekki að hann hafi ekki snúið aftur á parketti til þess að vera að tapa hverjum leiknum að fætur öðrum, sko. Já, það er náttúrulega 110 kíló rumur, hann að... Já, hann riður vel frá sér og eflaust bara, sko, himnasending fyrir Valsmenn. Varðandi Þór Þorláksson, það var náttúrulega búið að vera magnað að fylgjast með framgöngu natvélarinnar, eins og hann er eiginlega orðinn skýrður á körfunatlýsráðamönnum í dag. Hann er með mun betri tölur núna heldur hann var með á sama tíma í fyrstu deild í fyrra. Og hann er komin í úrvalsdeild, þannig að hann hefur heldur betur bætt við sér snúning í sumrinu. Varði 10 skot þarna í valsleiknum á dögunum og þegar í harðbakka slæðis hjá Þór og þeir eru að tapa þessu leikinn og skal Raggi alltaf vera að skila sér tölum, sko. En svo verði ég eiginlega að spyrja þig út í dómarasdeild kvenna. Hún er búin að vera svolítið, sko, virkilega að fara mjög spennandi að stað. Já, hún er kannski líkari úrvalsdeild karla sem fyrra. Maður veit svona ekki alveg hversu líklegt er augnablikinu. Þetta hafa Keflvíkingar verið sprækastir það sem afi er. Þannig í fyrra byrjuðu þeir deildin á 15 eða 16 sigurleikir í röð. Þetta er mun jafnara núna og sko, þetta var blóðu barátta fyrir þessi 4 lið sem ætla sér inn í úrslitakeppnina. Gaman að sjá hvernig Hamar er að koma inn í deildina. Komið með 8 stig eftir 10 umferðis. Þannig að, vinna 4 og tapa 6. Þetta er lið sem var spáð í botnsætunum ásamt Njarðvíkingum. En ég held að við erum ekki hlaupið á því að fara í frystikistuna og ná í sigur. Því að það eru þarna til dæmis yngri stelpur sem hafa verið að spreyta sig með yngri landsliðunum síðustu ár. Og það eru bara að skila ansi myndarlegum dagsverkum og svo ekki sé nú minnst á. Og ég til dæmis mjög hrifinn af leikmanni eins og Írisi Ásgeirsdóttur. Mér finnst hún vera í einhverjum svona darraklassa sem er alltaf í yfirvinnu á báðum endur vallenni, sko. Já, og svo er náttúrulega, eru það með þarna efnilega eins og Marín Laufey sem rýfur með að tala ykkur 10 fráköst. Já, og er svona eiginlega á svona sínu fyrsta almennilega tímabil í úrvalsdeild. Maður var svo sem að búast við þessu afinni. Það er óvanalegt að maður sé með einhverja svona alvöru kröfur á nýliði úrvalsdeild og jafnvel ósanngjarnt, en það má alveg gera það til hennar því að hún er búin að sýna með yngri landsliðunum og líka þegar liðið var í fyrstu deild að þarna fer alveg súper leikmaður, sko. En ég samt, sko, ég hef einstaklega gaman af þessu Snæfellsliði. Það er verið að stalla þetta kvennalið Snæfells
því langar að vinna titil og ég tel að þær geti það alveg í vetur. Það er búið að vera að ganga á ýmsu síðustu tímabil. Ég bara veit ekki til þess að nokkuð kvennalið hafi verið í svona ótrúlega myndarlegri samfelldri sorgarsögu af meiðsli. Það er bara hver leikmaður á fætur öðrum sem er í langvinn meiðsli en alltaf einhvern veginn skrapaðar í sterkt lið og er að vinna ansi athygli þegar það sigra eins og bara á móti Valskonum daginn sko. Það var hörkuflottur leikur Og Hildur Sigurðardóttir, hún er virðist bara verið í toppformi. Já, og það er svo sem alveg verst geymda leyndamálið í kvennaboltanum að hún hefur síðustu ár verið að glíma við þrálát meiðsli. En hún harkar þetta af sér. Þetta er náttúrulega bara eina af þessum stálkjallum í boltanum sko. Já. Og maður veit að þær eru orðnar hungraðar í hólminum og þeirra hungrið til staðar og svo bætist við svona öflugur leikmaður eins og Guðrún Gróa. Þá held ég að þeim séu allir vegi færi. Tala nú ekki ef hún kæmi nú inn á seinni stigum, hún Alda Leif svona og myndi gera þetta með reynslunum sig. Þannig að það er allan bjart þarna yfir á Snæfell. Já, mér finnst það. Mér finnst þetta virkilega sterkt lið. Grindavíkur konur eru með rosalega flottan 5-manna hóp. Það eru þarna yngri leikmenn sem þurfa að stíga þessu upp. Það er náttúrulega ekki amalegt að vera með Pálínu, Maríu Ben, Ingibjörgu Jakobs og svo erlenda leikmann. Þetta eru mjög sterkir póstar en tímabilið í kvennakorfinu er langt. Þetta eru 28 leikir pluss bikar og svo úrslitakeppni. Þannig að hefur raun og veru ekkert lið efna á því að vera þunnskipað eða standi í neinum meiðslum. Nei. En áfram aðeins á kvennaboltanum, það er náttúrulega, fyrst til kvenna, hún er, ég veit ekki hvort að þú ert að fylgjast með henni en það er svona miðað við stigatöfluna þar að þá virðist það vera 9 deild líka. Já, mér hefur nú ekki tekist ennþá á þessum tímabili að sjá leik í fyrstu deild kvenna en það var gaman að sjá náttúrulega hið unga og eiginlega nýja Tindastólslið fara í Garðabæinn og færa sterku stjörnuliðinu sinn fyrsta ósigur. Það er virkilega gaman að því fyrir krækinga að vera komni með kvennalið á nýjan leik. Það gengur ekki alveg eins vel hjá liðunum á Suðurlands undirlendinu. Nei. FSU og Laugdalir. En það hefur ekki ennþá búin að vinna leik og ganga Laugdala í fyrstu deild kvenna í fyrra. Hún var löngu og strembin. En maður verður að taka ofan fyrir svona liðum að halda alltaf áfram og koma inn því þetta er nú mestmegnis skipað mjög ungum stelpum sem vilja spila bara körfubolta. Ekki spurning og maður hefur áhyggjur af því auðvitað þegar að liði eru að fá svona stóra skelli leik eftir leik, kosta þessi áhugi fyrir því að halda þessu áfram en það er, eins og þú veist, það er alltaf þessi eini leikur, þetta eina breakthrough moment sem þarf. Það kemur eitthvað jákvætt á endanum, það er bara að sýna elju og þá hefst þetta. Og ég hef enga trú á öðru en að það muni gerast. En þá aðeins fyrst til karla, það er kannski liði sem er búið að koma öllum körfuboltaáhugamönnum á óvart að það er Þóra Akureyri. Já, þeir eru flottir og það er, maður bara er orðinn spenntur að fá að fylgjast með viðureign Þórs og Tindastóls. Nú, Þóra Akureyri svo sem, er með strákar sem kunna þetta, eru konur með erlenda leikmann og Ólafur Aron sem og Elías Kristjánsson sem voru með þeim í fyrra eru sterkir og svo náttúrulega Sveinn Blöndal byrjaður að spila með þeim. Káringurinn öflugi, þannig að Þór eru til alls líklegir en ég verð að segja fyrir mína part að sterkasta liðið í fyrstu deild að mínu mati er Tindastóll. Já. Og það er nú ekki búið að fara fram hjá neinum eiginlega? Nei, og þeir hafa verið að mjatla þetta
bara nokkuð þægilega. Mér sýnist ekki nokkur andstæðingur hafa tekist að gefa þeim leik ennþá, sko. Nei. Þetta eru 20 stiga sigrar pluss það sem af sko, meðan Þór hefur verið að fara í meiri hörkuleiki. Já. En við skulum svo sem ekki gefa Tindastól þetta fyrsta sæti og að þeir fari fyrir vikið sjálfkrafa upp. Það eru hörkulið þarna, Skagamenn virðast vera segir sem og FSU og Breiðablik og Fjölnismenn eiga nú miklu meira inni. Þeir hafa aðeins unnið 2 af fyrstu 5 leikjum sínum en eru með mjög sterkan hóp og reynda úrvalsdeildarstráka þarna. Þannig að 7. sæti fyrir Fjölni eitthvað sem ég held að við sjá breytast. Ég held að verði bara áhugaverður leikurinn á fimmtudaginn næsta, þá var það einmitt FSU Fjölnir. Í akkurat. Já. Og það geti orðið alveg svakalega leikur sem mun skipta miklu máli. Við erum náttúrulega bara að sjá eitt lið tryggja sér sæti í þessu fyrirkomulagi upp í úrvalsdeildina á næsta tímabili og sæti 2-5 fara svo í úrslitakeppnina. Já. Eða sko, meðan við erum að horfa á liðin eins og IA, FSU, Breiðablik, Kött og Fjölnir, þá erum við að fara að sjá eitthvað lið núna í mars sitja eftir með sárt ennið sko, sem með réttu ætti kannski fullt erindi í það úrslitakeppni. Þannig að fyrsta deildin er mjög spennandi en eins og staðan í dag þá myndi ég setja minn pening á það að Tindastóll færi raklega í þessu. En Kópavogs stórveldi Augnablik, þeir hafa ekki byrjað vel? Nei, það vantar sigur þarna ennþá og eins og sveitungiðinn Gylfi Þorkelsson skrifaði í umfjöllun sinni eftir FSU Augnablik að þá virtist þetta náttúrulega vera leikmenn sem kunna sitthvað fyrir sér í boltanum en eru komnir af léttasta skeiði og sko þeir eru náttúrulega ekki að fjárfesta í verkefninu kannski eins og mörg önnur lið. Þeir eru ekki með erlendan leikmann sem dæmi. Nei. Og þá náttúrulega þegar þú ert ekki með atvinnumann þá kannski vissi að búast að róðurinn verði þyngri. Þá meðum að sjá liðin fyrir ofan þau flest hver vera að tefla fram atvinnumönnum. Þannig að ég skal ekki segja það myndi kannski vera breyting til batnaðar ef þeir fengi sér erlendan atvinnumann en það kannski ekki svona ekstra formið sem þessir eitt sinn öflugu körfuboltamenn er að leitast eftir sko. En nú svolítið spennandi biti náttúrulega laus á markanum, Daði Berg Gretarsson. Já. Og við fórum til að sjá hvað hann ætlar að gera en við sjáum hann ekki í neinu liði fyrir en bara á 9 ári. Já. Nú glugginn lokaður, hann lokaði síðasta föstudag og ég veit ekki til þess að hann hefði komið sér fyrir einhver staðar annar staðar. Þú kannski getur sagt mér fréttir. Nei, ég hef ekki fengið neina upplýsingar og það er ekki komið neitt inn allan í félagaskiptagluggunum þarna. Nei, þannig að hann verður þá bara, eins og maður segir, á ís þangað til 9 ári hefst. Já, hann getur ekki búið honum í einhvern olnbogsbolta bara? Jú, eflaust. Það er nú örugglega lítil áskorun fyrir svona sterkan leikmann. Já. En Jón Björn, svona áður en ég sleppir þá verð ég að spyrja þig sem að allir húlum hæfur hérna íslenska knattspyrnulandslið á leik annað kvöld og þú eru eitthvað að spá í spil með það? Já, ef karma er á vaktinni ef það er til á annan borð þá eigum við bara að vinna þetta. Já. Með þessi nálgun og fara svo við mót Króata til þess einhvern veginn fallið að við ættum bara að vinna. Þeim þykir þetta nú ekkert voðalega merkilegt og hafa látið hafa það eftir sér í fjölmiðlum. Og þeir sem ber ekki virðingu fyrir andstæðingunum sínum, þeir eiga bara skilið að fá ræskell og ég ætla svo sannarlega að vona að okkar menn veitu það. Róðurinn verður þungur. Já. Það er mikið óbúslega ég spenntur fyrir þetta leik. Já. Það vantar ekki. Nei. En svo náttúrulega síðasta spurningi, það er náttúrulega þína menn í Charlotte, þeir eru með 50% vinningshlutfall í byrjun NBA tímabilsins. Já, kallinn minn, Ég náttúrulega varð að leyfa þér aðeins að... Hundurinn sem það hefði betur haft hægt síðan net heimum. Nei, ég segi svona. En við erum að fara að spila við svo segir maður að fara við. Það verður að fara að spila við Bulls í kvöld og meða við, hvernig
aðstoðarþjálfari Stjörnunnar, Snorri Örn Arnaldsson, hefur keppst við það síðustu ára að gera lítið úr mínum mönnum. Þá þá enn og aftur vona ég að karma sig á vaktin í kvöld og færi honum ósigur. Þá Já. mun ég pína hann í netinu. Já, þá getur þú farið að pína hann svolítið. Já. Já, hann náttúrulega, hann náði aðeins að skjóta hérna á þig og þitt liði mitt hérna um daginn. Já, menn eru duglegir við það að sparka í liggjandi hunda, þessir NBA-fræðingar. En við sem höldum með litlu liðunum, við erum bara að láta okkur það linda og tökum alla það sigra sem okkur gefst. Ég er búinn að fagna 5 sinnum vel og innilega á þessu tímabili til þessa, þannig að ég vona að það verði 6 sinnum eftir nóttina. Jón Björn Ólafsson, þakka kærlega fyrir að gefa. Minnst það. Blessaður. Blessaður. Já, hvetjum alla til þess að kíka á karvan.is það sem helsta umfjöllun körfuboltan á landinu og farið ekki langt eftir smástund Eirík Olsson, þjálfari FSU. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá